Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Hún komin til mín, hún Ólöf Jara, sem leikur Sally Bowles hér í leikfélagi Akureyrar í Kabarett. Velkomin. Takk fyrir. Og til hamingju með alla fínu dómana, til hamingju með frammistöðuna og sýninguna. Takk. Það var að koma einn dómur bara núna. Bara núna? Já, bara þú veist, í gær eða bara núna, fyrradag. já, einmitt, akkurat. Og þið eru að fara að hætta. Já. En það var alveg 4 stjörnu dómur og æðislega flottur. Ekkert af þessum dómum, sko. Nei. Þetta er bara mjög ánægilegt. Svolítið gaman að fá svona dóm á leiðinu út og svona aftur svona smá svona gott í hjarta áður en maður hættir, það er ágætt. En þið hefði alveg viljað fá hann aðeins fyrr, kannski. Það hefði verið skemmtilegt að fá hann fyrr, sko, en það var núna bara einhvern veginn, fólk upplifir þá kannski bara að sé að missa af. Já, verðum að því. Já. En hvernig byrjum bara á byrjunum, þú ert alveg upp í mikill listafjölskyldu, Guðrún Gunnarsdóttir, mamma þín, Valgeir Skagfjörð, pabbi, kom eitthvað annað til greina hjá þér en listir? Já, það gerði það nú alveg í smá stund. Þegar ég var alveg bara mjög lítið, þá var bara ég ætla að vera leikkona eins og pabbi og svo hætti það og svo ætlaði einhvern veginn, var ég meira í músíkinni og söngnum og svona. Svo í svona seinnipartinn í grunnskóla þá hætti mig eiginlega að langa það og ég var bara komin einhverjar pælingar að vera kannski sálfræðingur. Ég var með ægilegar hugmyndir manni í 9. bekk að ég ætlaði að vera sko fyrsti sálfræðingurinn á Alþingi. Ég hugsaði með mér bara að þessi stjórnmálamenn, bara það hlýtur að vera mjög erfitt að taka ákvörðun á hverjum einasta degi sem varða heila þjóð. Ég var bara mjög svona háleitar hugmyndir að vera sérst ráðinn sálfræðingur fyrir alþingismenn. Já, þú veist, það væri bara svona in-house sálfræðingur fyrir stjórnmálamenn. Sem svo sem staða sem ekki til, eða hvað? Ég veit það ekki. Ég bara hef ekki, ég hef vel ekkert pælt í þessu bara í mörg ár. Ég bara kom upp núna þegar þú spurðir mig aðeins. Mér finnst þetta reyndar mjög góð hugmynd og örugglega eitthvað sem alþingismenn þurfa á að halda í dag. Örugglega bara flestir vinnustæðir yfir höfuð. Þetta bara að vera, þú veist, bara sjálfsögð krafa. Skylda, já, akkúrat. Þannig að þetta átti alltaf bak við eyrað, þú veist, ef þið fyrir að leiðast eitthvað listinnar. Já. Ég ætla að vera sálfræðingur, ég ætla að vera fjölmiðla, fara í fjölmiðla og ætla að vera rithöfundur, alls konar. Þannig að, rithöfundur er náttúrulega kannski listamaður. En hvenær ákvaðstu svo að leggja fyrir þig leik og söng? Það einhvern veginn, það kom þegar ég fór í Versló. Já. Ég valdi Versló sérstaklega vegna þess að þau setja upp svo flotta söngleiki og sem fá mikla athygli og eru bara svona á mjög svona háum standard. Eiginlega bara svolítið skóli, eða ekki? Það var eiginlega bara kveikti aftur í leiklistabakteríunni hjá mér. Og tókstu þátt í þessu öll árin? Öll nema 1. Öll nema lokaári, en þá var ég í leikritinu hjá leikfélaginu en ekki söngleiknum. Það er sérst bæði leikfélag, listafélagið og svo nemendafélagið. Og fannstu þá þarna að þú varst bara komin heim, þetta ætlaðir að gera? Já. Og hvað gerðir þú svo eftir Versló? Eftir Versló þá fór ég sko, ég ætlaði þá var ég komin í einhverja pælingar að fara í BA-nám. Komin í alls konar eitthvað svona BA-nám í ensku eða einmitt BA-nám í sálfræði og var að skoða þetta eitthvað. En þá fór ég bara að vinna og ég var að vinna aðeins í leikhúsunum, ég var í Kardamommabænum og Oliver og einhverjum svona sýningum svona stórum sýningum í Þjóðleikhúsinu. Að leika og syngja? Að leika og syngja og þannig ég var í því alveg í 3 ár þangað til ég fór svo í prufur fyrir skóla úti, bæði í London og í New York. Þannig ég fór ekki beint úr menntaskóla yfir í leiklistarskólann. Þú varst svona aðeins að hugsa þarna eitthvað? Já, ég var líka ég var í hljómsveit og var að gera bara svona alls konar. Sem er örugglega mjög gott, af því að kannski er ekkert endilega gott að fara tvítugur á stað í þetta, eða hvað? Nei, og meira segja í dag bara, ef ég fari í leiklistarskóla í dag, þá verður það allt öðruvísi, hugsa margir leikarar hugsi það, sko. Svona með ákveðnum þroska bara, ef ég fari í leiklistarskóla í dag, þá verður það allt öðruvísi lífsreynsla, sko. Maður tæki allt annað út úr náminu, sko. Akkurat. En þú ferð til Ameríku? Já. Bara bráðum, eftir 2 vikur. En þú lærði þar líka? Já, þú meinar það, já. Ég lærði í New York. Fór bæði prufur í London og í New York. Ég hefði aldrei komið til New York, bara fyrir en ég fór í prufur. Varstu ekki hissa? Var þetta ekki geggjur borg? Jú, það var nefnilega, sko, mamma var svo fyndin. Hún hélt að hún var alveg með einhvern kvíða, hún var svo stressuð að þetta yrði svona kultúrsjokk fyrir mig að fara þangað, því að þetta er svo mikil stórborg og ég hafði aldrei komið þangað eða í rauninni ekki farið mikið utan Evrópu, sko, bara í Danmörku og London eitthvað svona. En leið og ég bara steig út úr flugvélinni í New York, þá bara leið mér eins og hefði átt heima þar í fyrra lífi eða eitthvað. Það var mjög undarlegt. Hún er hér á ég heima, einhvern veginn. Er ekkert svo yfirgnæfandi, nema kannski akkúrat Times Square.
Já. Svo þetta bara hugguleg hverfi einhvern veginn. Þeir sem búa í New York eru ekki mikið á Times Square. Það bara svolítið svona túrista staður. Þannig að þér leið vel í New York í náminu. Mjög vel, já. Og þetta var hvað, 3 ára nám? 2 ára nám. 2 ára nám? Það var svona, þetta mjög svona saman þjappað svolítið nám. Það var bara svona á 2 árum keyrið í gegn og þetta sko gert fyrir sko upphálega var þetta sett saman sko fyrir þá sem eru nú þegar að vinna sem leikarar og söngvarar í New York og vilja kannski koma og læra en þú veist, en hafa kannski ekki allan tíman í heiminum og vilja... Sem hentaði þér væntanlega vel, þú varst búin að vera... Já, í rauninni sko, í rauninni hentaði mjög vel og já, bara og var fókus þarna á leik og söng eða aðalega leik? Sko, það eru 2 brautir þarna, það er leikararbraut og svo musical theater braut sem að ég var á og ég fór í nokkrar pröfur fyrir nokkra skólaúti sem eru með musical theater braut. Ég valdi þessa vegna þess að hún var rosalega leikara miðuð. Þú veist, þetta var ekki rosalega eitthvað bara hérna, þú veist, söngleika líka alveg... Já, sko námið er byggt upp nákvæmlega eins og leikaranámið í skólanum nema bara með aðeins auka söngtímum og auka kursum, þannig að það eru bara fleiri tímar. Og þetta nám kláraðirðu, sagðirðu mér? 2014. 14, já. Og ert bara búin að vera þarna úti síðan? Ég er bara búin að vera úti síðan, já. Að gera og græja alls konar? Já, bara í harkinu, sko. Bara í harkinu? Já, bara og hefur þurft að fá þér aðra vinnu með eins og maður sér í bíómyndum? Já, sjálfsögðu. Eftir að þjóna á kaffihúsum? Já, það er bara the actress waitress cliché, sko. Og svo bara pröfur hér og pröfur þar og verkefni hér og... Og ég eiginlega, það var mjög erfitt, ég ætla að gera smá persónulega, það var mjög erfitt fyrir mig að koma úr skólanum af því það er svolítið flókið að halda áfram að vera í Bandaríkjunum upp á alla pappíra og allt svoleiðis. Bara að fá leyfi til að vera. Fá leyfi til að vera þarna, þannig að það fór rosalega svona einhvern veginn svona orka í það mjög lengi að passa upp á að allt var upp á punkt og prik og allt það. Þannig að einhvern veginn beint út úr skólanum eftir að ég var útskrifuð þá fannst mér rosalega erfitt að vera þar. Mér fannst auðvitað gott að vera þar og ég vissi að ég ætti að vera þarna en það var rosalega erfitt að vera á stað sem einhvern veginn þér leiði þá svo ættir ekki heima þér. Það var svona eins og að vera pínu í svona einhverju limbói, sko, einhverju svona millibils ástandi. Af því að hvernig er þetta? Ef þú ert ekki með vinnu þá getur það sparkað þér út eða er það öfugt? Þú mátt... Já, þetta er, ég man ekki það er svona partur af mér sem búin að blokka en þetta græna kort, hvenær fær maður það? Sko það er, þú getur fengið græna kortið í gegnum fyrirtæki sem þú vinnur hjá, þeir sponsa þig eða þú getur fengið það í gegnum hjónaband eða, já, þú veist, og það eru alls konar leiðir, sko. Og þegar þú ert í skóla þá ertu alveg safe, en svo þegar skólinn er búinn? Já, þá ertu bara á þessu stúdentavísa og síðan eftir það þá færðu leyfi til að vinna í ár, en þú mátt bara vinna við það sem að þú lærðir. Þetta er bara mjög flókið, sko. Þannig að, já, en aðalega var þetta bara erfitt einhvern veginn. Það er ekki fyrir þú færð græna kortið sem bara svona, maður slakar aðeins á, bara já, ok, ég á heima hérna. Ég má vera hérna. Og hvenær fékkstu græna kortið? 2015. Já, árið síðar. Já. Þú ert svona í smá... Var 2015? Var 2016? Það er alltaf þarna tímabil sem er pínu svona kvíðahnútur en svo fékkstu græna kortið og þá kannski fyrst að blómstra. Já, það var þetta aðeins auðveldara og það var líka bara erfitt að venjast í að þurfa að mæta í pröfur. Það er ekki rosalega mikið það á Íslandi. Að fara svona mikið í pröfur og þú veist, þú ert að mæta eldsnemma á morgnana til þess að skrá þig á einhvern lista og þú ert að keppa við, eða þú veist, þú mætir á morgnana og það er, við erum að tala um það, ég er ekki ígja þegar ég segi það bara, það er röð bara marga... Af stelpum í svipaði... Aðalega stelpum. Og þær eru að fara að sækja sama hluti allar í sömu hæð, og bara með sama lúki kannski. Allar í sömu kjólunum og maður bara, þetta var rosalega erfitt og svona yfirþyrmandi. Ekki trúa því. Að gera þetta, þannig að ég þurfti svolítið að maður þarf að byggja upp svolítið mikinn innri styrk til þess að gera þetta. Og ég fór svolítið í það meira heldur en að vera stanslaust í pröfum. Ég var, veistu það, ég geti þetta ekki, ég gat þetta ekki fyrst. Ég bara, veistu það, ég verði einhvern veginn að bara ná að byggja þess upp meiri styrk og þrautsig og sjálfstraust til þess að geta gert þetta, sko. Já, ég get alveg ímyndað mér þetta sé ansi töff. Af því að skólinn er svo verndað umhverfi og Ísland er svo verndað umhverfi og svo allt í einu kemur maður út og það bara einhvern veginn samkeppni. Já, og öllum er bara alveg sama. Þú veist, einhvern veginn. Þannig að það hefur verið kærkomið að fá tilboð hérðan frá Íslandi í þetta flotta hlutverk. Já, sko, það var bara æðislegt og ég sótti það sérstaklega að fá að koma í pröfu. Fréttir bara þetta, setja upp kabarett og bara... Já, hann Jóhann Axel, vinur minn, sem er með mér í sýningunni, hann sendi mér link og alveg bara Sally Bowles spurningamerki og ég alveg, og sendi
á hann Þórhald Bjarna. Ég sagði bara, hæ, bara má ég senda inn pröfu því ég náttúrulega býr í New York og ég gat ekki mætt. Þannig að þá fór það í gang svona smá ferla sem ég var að senda nokkra pröfur bæði með senum og lögum og svona. Og aðalega fannst mér þetta girnilegt tækifæri vegna þess að systir mín, hún býr hér á Akureyri. Og sem líka útskrifuð leikkona? Nei, það er önnur. En hún býr líka? Já, 2 systur. En eru það ekki báðar hérna? Hún yngsta kom þegar ég kom hingað og bara, heyrðu, þetta er tækifæri okkur til að vera allar 3 saman tíma. Já, en hún er farin aftur suður. Akkurat. En já, og svo miðjusystir mín, hún er tiltölulega nýbúin að eignast barn, sem er vá. Ég fengi tækifæri til að bæði leika Sally Bowles og vera nálægt systur mínu og systur sinni mínum í smá tíma, sem það er bara æðislegt. Sem það er búið að vera, ég hafði alveg rétt fyrir mér. Og bjóstu hjá systurinn þá eða? Nei, ég gerði það nú ekki. Með pínlítið barni á hvað er ekkert eitthvað. Nei. Ekkert eitthvað að tróða mér inn á þau. Ég var bara... Þú hefur bara leikt hérna í bænum. Og verið hér bara síðan þá, þið fóruð að æfa þetta bara í... September. Já, ég er búin að vera næstu í hálft ár. Og hvernig hefur þú kunnað við þig á Akureyri? Bara frábærlega. Ég bjó hérna þegar ég var pínlítil. Í 1 ár. Þegar mamma og pabbi voru hérna í leikhúsinu. Það var ótrúlega skrítið. Ég man mjög vel eftir þeim tíma sem er mjög undarlegt því ég var bara 2 ára. Ég man samt mjög vel eftir því, sem er mjög skrítið. Manstu eftir bara staðháttum eða lykt? Já, ég man eftir leikhúsinu mjög vel, ég man eftir húsinu sem ég byggum í, ég man eftir einhverjum ról og þú veist, alls konar svona einhvern veginn. Þannig að það var eins og smá, það var einhver partur á mig sem var að koma aftur heim. Frábært. Þannig að þetta er búið að vera alveg yndislegt, ég kann mjög vel við mig hérna. Fyrst varstu náttúrulega bara að æfa alveg eins og brjálæðingur og svo frumsýndi og þá áttur þú svona kannski smá frítíma inn á milli. Og hvað hefur nú verið að gera í frítímanum? Sko, núna upp á síðkasti er ég búin að vera hérna að kenna í aflýsingum hérna í tónlistarskólanum. Nú hvurslags. Sem er búið að vera frábært. Söng þá? Já, dægurlega söng. En gaman. Mjög skemmtilegt og bara hérna skemmtilegt að fá að kynnast þessum krökkum og þessum nemendum sem ég er með og prófa að kenna one-on-one sem ég hef aldrei gert. Ég hef bara kennt svona stórum hópum á svona leiklistarnámskeiðum og svoleiðis. Þannig að þetta er mjög gaman að því, mjög gaman að kenna, já. Hefur eitthvað nýtt þér sundlaugarnar, skíðafjallið, ertu eitthvað svoleiðis? Sko, einhvern tímann heyrði ég það nú að þegar maður var í leikhúsinu mætti maður ekki fara á skíði. Þannig að ég hef látið það alveg vera. En þeir eru í rosa dansatriðum á rosa hælum. Það er kannski vissar að vera ekkert að... Já, maður á kannski að reyna að koma að sjá þegar lendi aðstæða sem maður gæti mögulega fótbrotið sig. Skynsamlegt. En skynsamlegt. Sérstaklega því ég er ekki mjög reynslu mikil á skíðum. Ég hef ekki farið á skíði sem ég var 12 ára. Ég hef nýtt mér sundlaugarnar aðeins og það fyrir við aðalega út að hérna... Þelamörk? Já. Í heitulaugina? Já. Sem er æðisleg. En ég hélt að ég myndi fara meira í sund. Já. Það var bara verið svo mikið að gera. Það var aðalega bara fyrstu 2 mánuði, ég var sund eitthvað því ég var ekki búin að fara í sund svo lengi. Svo einhvern veginn hætti það bara. Ég er búin að fara. Mér finnst mjög gott að geta labbað. Já. Staða á... Það er stutt í allt hérna. Auðvelt að labba. Og það minna rók hér heldur en... Já, er það tilfelli? Já, ég tekið að finn alveg fyrir því. Í 2 skipti eða í það nokkuð skipti sem ég farið suður þá bara leið og ég stíg út úr flugvélinni. Já, einmitt það bara, já, alveg rétt, alltaf rók í Reykjavík, maður gleyma því. En nú eru 2 sýningar helgar eftir af kabarett. Er það ekki svolítið blendnar tilfinningar? Mjög. Það eru bara mjög blendnar tilfinningar. Ég veit að það er gott fyrir græna kortið þitt að þú farið aftur út. Já, það er bara mjög mikilvægt að ég komist aftur út svo ég missi það nú ekki. En veistu hvað þú fyrir að gera þá úti? Sko, gengur að einhverju svona starfi, vísu, svona eins og... Sko, ég er búin að vinna á sama veitingastaðnum núna í 3 ár og ég get labbað þangað inn hvenær sem er. Frábært. Þannig að það er nú gott, bara upp að borga reikninga og svoleiðis. En pröfulega sér, ég er ekki búin að ákveða neitt, ég er ætla bara að taka því rólega, fyrst sinn. Og byrja örugglega ekki að vinna fyrir bara eftir nokkra ég ætla bara að taka mig svona smá pásu, smá andrými og bara setjast aðeins aftur í New York og já. En svo náður þú samt líka einhvern veginn að fara að gefa út lag meðan þú varst hérna á Akureyri. Heyrðu, já. Við ætlum að segja frá því áður en þið spilið svo lagið í lok þáttar. Já, einmitt, hann Magni, vinur minn, hann á líka heima hér. Já. Þannig að þegar ég lendi í september bara, heyrðu, nú tökum við upp lag. Og hann, þetta er coverlag, gamalt Ríó lag. Að vísu er þetta gamalt
amerískt lag og ég man ekki hvað það heitir á frummálinu en það allt í lagi. Googlað það bara, allt í lagi. Við googlum það bara seinna. En það sem sagt lagið Eina nótt og við bara gerðum það að duett og tókum það alveg einmitt langt síðan en núna einhvern veginn komin smá mynd á og að gefa þetta út að fyrir þetta á Spotify og ég held að ég að gefa út fljótlega. Og með þér kemur Magni hérna á eftir og Valmar. Og þeir ætla að spila og syngja með þér og kærar þakkir fyrir að koma í þáttinn, Ólafía. Takk fyrir að hafa mig. Gangið sjúklega vel í framhaldinu og frábært að hafa þig í Sally hérna á Akureyri. Ég er búin að elska að fá að kynnast Sally, ég verður með Sally. Aldeilis magnað. Við þökkum fyrir endum þáttinn á þessu fína lagi sem við fáum að heyra hérna eftir. Takk fyrir að horfa. Sjáumst að vikuleiðinni. Láttu mjúkra lokka flóð Létt að strjúka mér kinn Meðan skuggar mjakast næst Meðan nóttin læðist inn Hvíldu hljótt við mína Ég mun birta allt of fljótt Ekki mikið ég bið Aðeins þessa stuttu nótt Skiptir engur átt og rétt Rök og siði hugsa Fjandinn eigi alla morgna Ef í nóttin dvelur hjá Gleymt og týnt gærdagsljós Glætur morguns enginn sér Að heilli ævi ég aðeins bið Eina nótt að gefa mig Skiptir engur átt og rétt Rök og siði hundsa Fjandinn eigi alla morgna Ef í nóttin dvelur hjá Gleymt og týnt gærdagsljós Glætur morguns enginn sér Að heilli ævi ég aðeins bið Eina nótt að gefa mig Að heilli ævi ég aðeins bið Eina nótt að gefa mig